Lýður Árnason, gjör svo vel. Jæja, góðir ráðsfulltrúar. Þetta verður samt örstutt ræða þessu sinni. En varðandi hennar málskotsrétt, þá hefur þetta verið þannig að forsetinn hefur haft málskotsrétt til þjóðar. Fyrri greinin okkar, hún eiginlega gerir það verkum að nú hefur þjóðin málskotsrétt til sjálfar sín, sem að ég myndi segja að komi eiginlega í staðinn fyrir hið fyrrnefnda. Ég get eiginlega ekki séð að þjóðin þurfi endilega að hafa forsetann sem milligöngumann ef hún hefur hennar rétt sjálf. En þá þarf náttúrulega atkvæðagreiðslan að vera bindandi. Önnur greinin varðandi þjóðarfrumkvæði, þá sýnist mér við ekki leggja alveg sama skilning í hvað er þjóðarfrumkvæði. Ég legg þann skilningu orðið að þá hafi þjóðin frumkvæði að því að taka eitthvað mál og úrskurða það sjálf og án aðkomu þingsins. Það er ekki allir sammála því og þess vegna er ég nú hérna upp í pontu og ég myndi vilja gera það tillögu allavega að hún er svo hljóðandi að Alþingi skal láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin lög eða málefni sem varða almannahag ef 15 af 100 kjósenda krefist þess. Sé málefni að ræða skal bera þau fram á frumvarpsformi. Atkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að staðfest krafa þjóðaratkvæðagreiðslu liggur fyrir og niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu er bindandi. Með þessu þá getur þjóðin farið fram á atkvæðagreiðslu hvaða málefni sem er reyndar. Og hún verður þá að bera það upp á frumvarpsformi ef hún vill að þingi taki til afgreiðslu sem þjóðaratkvæðagreiðslu og búið til jarðveg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvernig sem orðum það. En allavega er þetta þannig að þjóðin, hún gerir þá frumvarp eitthvað mál sem þingi verður þá að taka til afgreiðslu á frumvarpsformi. Íris Lind var með þá athugasemd að hver þingmaður er bundinn af sannfæringu sinni sem er náttúrulega í stjórnarskrá og það sé þá ekki á það leggjandi að búa til frumvarp eitthvað sem að þeim er mótfallið. Þetta gæti komið til móts við það og þetta er svona svipað og stjórnlaganefnd leggur fram í sína ákvæði A. Svo er Pétur Gunnlaugsson með tillögu sem að ég er sjálfur fylgjandi og hún er vilja svissneska leiðin og hún má segja sé eiginlega til þjóðarkosningar og þjóðin getur farið þá fram á bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið málefni ef 15 af 100 kosningabæra manna krefjast þess. Alþingi skal láta þjóðarkosninguna fara fram og bera virða niðurstöðuna. Atkvæðagreiðsla skal fara fram innan 3 mánaða frá því að staðfest krafa þjóðaratkvæðagreiðslu liggur fyrir og í þessari tillögu er nú gert ráð fyrir því að þjóðin getur bara tekið það mál sem henni finnst þess vert og skotið í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo niðurstaða er þá bara bindandi og þinginu skylt að taka það mál og semja bara frumvarp að hætti þjóðaratkvæðagreiðslunnar þeirra niðurstöðu og þessi tillaga þá gengur einna lengst og það er allavega skoðun veitið sumra í nefndinni að við eigum að fara alla þessa leið að þannig að þjóðin hafi frumkvæði í eigin málum. Við teljum fyrsta tillagan ekki ganga nógu langt vegna þess að þingin er með lóga lagi að stoppa þetta og hún er háð samþykki þingsins. Þannig ég vil allavega að þið vitið að þetta er svona það sem að okkur finnst og við munum leggja til að fulltrúar ræði þetta líka. Takk.